Ágætu hlustundur, verið velkomin að viðtækjunum. Það er Íslandssagan sem heilsar og í næstu tveimur þáttum er umræðuefnið miðaldabókmenntir. Í dag ræði ég við Ármann Jakobsson germanskan menningararf, eddukvæði, dróttkvæði, Íslendingasögur og margt fleira. Og í næsta þætti kemur til mín Sif Ríkharðsdóttir og ræður íslenskar þýðingar á erlendum litteratúr á miðöldum, hluti eins og riddarasögur og rómansur. En áður en lengra er haldið vildi ég minnast stuttlega á styrktarsíðu þáttarins, patreon.com/Íslandssagan. Ég set hlekk í lýsingu þáttarins, en þar er sem sagt hægt að gerast bakhjarl hlaðvarpsins og hjálpa okkur þannig að koma Íslandssögunni á framfæri í hlaðvarpsformi. Langtíma markmið er að framleiða allavega 30 til 50 þætti sem ná yfir alla Íslandssöguna frá landnámi til hruns og þarna inni er hægt að aðstoða við að láta það verða að veruleika. Nú, bakhjarlar njóta líka ýmissa fríðinda, fá til að mynda aðgang að leslista sem ég sér snið fyrir hvert þátt, geta stungið upp á umræðuefnum og fá aðgang að þáttum áður en þeir lenda á almennum hlaðvarpsveitum. Það er sem sagt patreon.com/Íslandssagan. En sem sagt, í dag ræði við Ármann Jakobsson íslenskar bókmenntir á miðöldum. Ármann er prófessor í íslenskum bókmenntum fyrri alda við Háskóla Íslands og hefur skrifað fjölda bóka og greina efnið en er líka afkastamikill skáldsagnahöfundur og það sem er kannski mikilvægast fyrir okkur, hann heldur úti sínu eigin hlaðvarpi sem heitir Flimtan og Fáryrði ásamt Gunnlaugi Bjarnasyni sem er mjög skemmtilegt, ég mæli með því. En sem sagt, meðal þess sem við veltum fyrir okkur í dag eru spurningar eins og af hverju bókmenntir eins og eddukvæði sem eru talin geyma bestar vísbendingar það hvernig germönsk menning á miðöldum var, af hverju þessar bókmenntir voru festar á blað á Íslandi af öllum stöðum. Við ræðum einnig stöðu Íslendingasagna í nútímanum og í gegnum tíðina, það hvort Íslendingasögur hafi alltaf verið lesnar mikið á Íslandi í gegnum aldirnar. Ég byrjaði á því að spyrja Ármann út í germani og germanska menningu sem er talin hafa verið varðveitt hér á Íslandi. Hvað var germönsk menning? Hann er eiginlega frekar fátt vitað. Það er að segja, germanir skildi ekki mjög mikið eftir sig, en drjúgur hluti af því sem þeir hafa þó skilið eftir sig er varðveitt á Íslandi. Það er að segja í Konungsbók eddukvæða, og það er þessi eddukvæði sem menn telja hafi verið samgermanskur arfur. Þó að við höfum engin austurgermansk dæmimann, þá höfum við nokkur örfá vesturgermansk og nokkur frá Norðurlöndum og svo héðan, og það er sem sagt það bil það sem er þekkt. Og þetta er sem sagt epísk kvæði meira og minna sem segja sögu fjarlægra fortíðar, kannski 4. og 5. aldar og jafnvel 7. aldar í sem sagt Evrópu og tengist mjög náið þjóðflutningatímanum sem var náttúrulega mikill umbrotatími tími í söguna. Má segja að þjóðflutningatímanum hafi ekkert lokið fyrir með landnámi Íslands kannski eða jafnvel Grænlands og henni misefnuðu tilraun til að fara til Ameríku. Þannig að þjóðir voru stöður vesturleið frá 300 og áfram og aðrar þjóðir hröktust undan þeim og þannig færðist allir þessar þjóðir í vesturátt og voru nú margar alræmdar vandalir til dæmis komist inn í tungumálið því þeir þóttu brenna og eyðileggja svo mikið. Og þetta var sem sagt frá þessum tíma er augljóst upphaf sumra eddukvæða. Það er að segja líkindin er svo mikil og málfræðilegur skyldleiki að það kemur ekkert annað til greina, eins og þetta með sagan sem er sögð í Hamðismálum sem er aftasta kvæði í Konungsbók eddukvæða. Það er sérst sögð saga þar sem öll nöfnin minna á atvik sem gerist árið 375 ef marka má gotasögu Jordanesar, og það er þá sérst konungurinn Ermannaríks sem heitir Jörmunrekur og íslensku svo drepinn af mönnum sem voru kallaður Sarus og Amíun segjum mann rétt á latínu, en þeir heita Sörli og Hamðir á íslensku. Og þetta er sem sagt augljóst, það er augljóst tengsl milli þessara 5. aldar viðburða. Attila húnakonungur lifir af
fram á 13. öld á Íslandi sem Atli húnakonungur og hann var drepinn af konu samkvæmt gömlum arfsögnum og það lifir líka í eddukvæðinu. Og það einhvern veginn lendir á Íslendingum að varðveita þennan arf og þeir fá leið á sig það orðspor, það ríkti að vera mjög góðir í sögum, fornsögum. Og þetta fyrst Íslendingum ekkert leiðilegt að halda því fram sjálfir, þar að segja íslenskar heimildir, tala mjög mikið það hversu sagnafróðir og kvæðafróðir Íslendingar þóttu í nútímanum. Og það meiri sér dæmi þetta frá 14. öld í Flateyjarbók að Íslendingar hafi alveg sérstakan hæfileika þrátt fyrir að vera frá jaðrinum og vera svolítið frumstæðir, þá hafa þeir einstaka skáldagáfu. En þessar goðsagnir ekki bara bundnar við Ísland. Ég meina Saxo talar sérstaklega að hann hafi íslenska heimildamenn. Theodoricus sem skrifaði Noregskonungasögu á 12. öld, hann ræði sérstaklega íslenska heimildamenn og það greið það þótti svolítið fínt að geta vísa til íslenskra heimildamenn. Þannig að Íslendingar hafa strax á 12. öld fengið þá ímynd að vera þessi elsti maður sem maður og hefur varðveitt fullt af sögnum. En má ég grípa þess inn í? Þessi germanir, hverjir þetta fólk sem talar þá allt sama málið eða hvaða fólk þetta? Nei, germansku málin eru all nokkur. Það að segja, þau skipta svolítið í vestur-germansku mál sem eru þá enska, þýska og hollenska eru artaki þeirra og svo það norður-germansku mál eins og sem verða lókum á norðundamálunum og svo það austur-germansku mál sem gotniska sem lítið til af. Þannig að þetta í raun og veru tungumála skilgreining. En þessi tungumál voru töluð á svæðinu sem núna Vestur-Evrópa og þar var til þessi kvæðahefð sem lifir í Englandi í bjólskviðu og örfáum öðrum kvæðum og svo eru til þýskvæði og frá ýmsum svona forngermanskum málum eins og fornfrísnesku og fornsaxnesku og fornháþýsku og það alveg greinlegt að það var til einhver germanskur bragarháttur sem á Íslandi hefur fengið nafni fornirislag og notaður sérstaklega á epísk kvæði, þar að segja kvæði þar sem sögumaður sem talar og lýsir atburðum úr fjarlægri fortíð. Og all nokkur kvæði hérna varðveittu eddukvæða undir þessum hætti sem meira áberandi í hetjukvæðum en í goðakvæðum og þar alveg telja menn að hetjukvæðin séu kannski elstu dæmin þessa germansku hefð. En það ekki en þetta ólíkt farið með hvernig þetta skrifað í enskumælandi löndum og til dæmis hér. Þannig að þetta fornirislagið var svo endurvakið á 18. og 19. öld af skáldum eins og Jóna Bægisá og Jónasi Hallgrímssyni og það hefur svolítið mótað því hvernig við meðhöndlum henni bragarhátt að 18. og 19. aldar íslensk skáld tóku þetta upp. Þetta var þeirra okkar klassík, þar sé þessi miðaldarfur, en reyndar var það almenn tíska á 19. öld að leita svolítið til miðalda. Þannig að miðaldarfur annarra þjóða varði líka vinsælli þá. En á 16. og 17. öld og 18. öld hafði áherslan verið mest á klassíkina, þar að segja tímabil áður en Ísland byggðist. Þannig að það lendir svolítið okkur að vera að varðveita þennan arf og það bara eitt handrit konungsbók eddukvæða með drjúgan hluta af þessum arfi, þannig að það mesta kraftaverk að það hafi lifað og að þekking okkar á henni germanska brag væri miklu minni ef ekki væri fyrir þetta eina handrit og það náttúrulega ástæðan fyrir fræð þess. Þetta hvorki mjög tilkomið handrit nýja stórt en það efnislega varðveitir sem hefur svona frá því á 19. öld verið feiki vinsælt í Evrópu. Það að segja á 19. öld komst eddan mjög mikið í tísku, ekki bara á Íslandi, líka í öðrum löndum og sem sagt þýsku málsvæði, ensku málsvæði, alls staðar sem germanir hefur verið og fólk fór að kunna þessi kvæði. Ég man að því ég horfði einhvern tímann á Matador sem dansku sjónvarpsþáttur. Það sem kemur fyrir þjóð sem mentar í háskóla sem Danir kalla háskóli og hann fer með tilvísanir í eddukvæðin. Hann segir kan de høre fenriðsulven glemme og þetta náttúrulega mjög skemmtilegt fyrir okkur að þessi venjulegur Dani á fyrir stutstaldar hafði þessar góðsagnaverur á taktinum.
þannig að sem sagt, þetta miklu stærri arfur en Ísland og hefur verið mjög mikið rannsakaður utan Íslands. Íslendingar raun og veru þekki eddukvæðin ekkert mjög vel fyrir utan Völuspá og Hávamál. Þannig að Hvað eru eddukvæði? þau eru sem sagt, þetta sem sagt í raun og veru hugtakið eddukvæði bara notað yfir kvæði sem eru talin mjög gömul og hefðbundin og önnur sem eru mjög lík þeim. Það að segja, þetta eru sem sagt þessi 30, tæplega 30 kvæði sem eru í Konungsbók eddukvæða og svo nokkur kvæði í fornaldarsögum og önnur kvæði í handritum sem eru leidd af Konungsbók eddukvæða. Það er að segja til dæmis handritum Snorra-Eddu og svo þessu handriti sem er stundum bara kallað A sem geymir í alls konar eddukvæði sem líkar í Konungsbók, einkum goðakvæði. Þannig að það efni sem er í þessum ritum, það talið til eddukvæða, en eiginlega allt annað efni sem talið samið á Íslandi fyrir 1400 yfirleitt flokka sem drótkvæði. Já, og hvað eru drótkvæði? Drótkvæði sem sagt, eins og segja, þetta opinn flokkur. Hugtakið bara notað við allan gamlan íslenskan kvæðskap, en kannski má segja að þungamiðja hugtaksins séu lofkvæði sem ort voru við hirðir Noregs konunga og Danakonunga á væntanlega 9., 10., 11. og 12. öld og svo alveg fram á 13. öld og þetta var þá sem mjög hefðbundin kvæðskapur sem snerist kenningar og heiti. Það er að segja að hlutum voru orðar á mjög flókin hátt með miklu myndmáli og miklum vísunum í sameiginlegan goðsagnaarf. Þannig að þetta var sem sagt lærð íþrótt og flest drótkvæði eru eignuð tilteknum skáldum sem voru þá við hirðina. Þannig að þetta höfundarkvæðskapur sem eddukvæðin ekki. Það engin eddukvæði kennt við einhvern höfund. Það líka vísbendingar að eddukvæði hafi verið mjög breytileg. Það er að segja til dæmis Völuspá varðveitt í 2 mjög mismunandi gerðum og þetta kann hugsanlega vera reglan með eddukvæði að það hafi verið til ýmsar gerðir. Við höfum bara svo lítið að þeim að það erfitt að segja til Drótkvæði voru sem sagt meira eignuð skáldum en vísi ekki alltaf sama skáldinu. Þannig að þegar þau eru færð á skinn sem einkum á 13. öld þá kannski ekki lengur vita hver orti hvað. Þannig að þau eru hluti af eiginlega 3 bókmenntategundum, það er að segja drjúgur hluti drótkvæði þarna varðveittur í konungasögum og svo eru vísur undir drótkvæðum hætti líka mjög mikið hluti af Íslendingasögum og í 3. lagi þá eru það birtast þar í Snorra-Eddu en það yfirleitt bara vísu helmingar eða vísu fjórðungar og þá það yfirleitt tilfar sem heimild tiltekna kenningar eða tiltekin heiti eða tiltekna bragarhætti. Þannig að við höfum í raun og veru drótkvæðan kveðskap meira og minna varðveittan inn í öðrum ritum og ekki í fullri lengd og það stundum svolítið erfitt að vita af hverju menn líta á tiltekið kvæði sem þá einingu sem það gefin út núna. Það þá oftast vegna það vísur svipað efnum undir sama bragarhætti en kvæðin sem við lesum í drótkvæðum meira tilbúningur eða tilgátur fræðimanna. Já. Þannig að varðveisla drótkvæða í svokölluðu prósimetrum formi þar að segja sem hluta af lausamáli. Þannig að þessir í menntaskóla þá þurfti maður að læra svona ýmsa flokka, drótkvæði, eddukvæði, fornaldarsögur, eitthvað svona. Þannig að þetta mér ekki alltaf mjög illa að leggja þetta minnið en nú held ég kannski búin að finna ástæðan fyrir því að þetta svona eitthvað setjum tíma tilbúningur. Þetta allar þessar kategóriur raun og veru búnar til af fræðimönnum á 17. öld og síðar og 19. öld ansið drjú. Til dæmis fornaldarsögurnar eru sögur sem gerast utan Íslands á því sem kallaður forsögulegu tími, þar að segja fyrir árið 900 og skilgreiningin af þeim í raun og veru komin snemma á 19. öld og það eru allar gefnar út af Carl Christian Raff árið 1829 og síðan hefur þetta fest í sessi en af hverju einmitt þessar sögur og engar aðrar eru kallaðar fornaldarsögur, það svolítið óljóst og af hverju einhver greinarmunur gerður á til dæmis ynglingasögur sem inn í heimskringlu og fornaldarsögum, það í raun og veru mjög óljóst. En það samt hugsanlega einhvers konar mismunandi viðtaka. Til dæmis langalgengasta kvæði í fornaldarsögunum séu undir eddukvæða háttum en kannski síður í yngri konungasögum þó að reyndar í ynglingasögu sé kvæði sem í raun og veru ekki undir drótkvæðum hætti. Þannig að þetta í raun og veru skilgreiningar sem eru búna til síðar og þær eru þann sinnhátt hefðbundnar og þar að leiðandi
eðlilegt að nota þær vegna þess að fólk veit hvað maður að tala, en í raun og veru þær talsvert hafnar, þær eru alls ekki hafnar yfir vafa, þannig að í raun og veru svolítið erfitt að muna hvað og kannski ekkert sjálfsagt hvað það til dæmis kvæði goðfræðileg málefni eru skilgreind sem dróttkvæði ef þau eru eftir þekkt skáld, og eins drjúgur hluti dróttkvæða undir kviðuhætti sem mjög líkur edduháttum, þannig að það í raun og veru alls ekki mjög skýr greinarmunur á milli. Það eiginlega sú megin regla að allt flokkað sem dróttkvæði sem ekki augljóslega eddukvæði. Og eins með hinar sögurnar, þetta allt smá flokkar sem eru búna til á 16., 17., 18. öld og kannski 19. öld, og aðalatriði, og þetta eiginlega flokkarnir búin til út frá heimildagildi, þar að segja hvað viðkomandi saga heimild. En þó hafa margar þessum sögum mjög lítið heimildagildi, og eiginlega flest allar hafa lítið heimildagildi, vegna þess að það ekki úr samtímanum. Þannig að það verið að segja frá ansi löngu liðnum sögulegum viðburðum, og það ekki búast við því að staðreyndir séu réttar. Nei. Og maður meiri sér maður það að þegar nær dregur atburðinum þá meiri ágreiningur milli höfunda, en minni þegar atburði fjarska að ræða, og það ekki eðlilegt ástand, heldur miklu frekar einhvers konar rítengsl eða það hefðin hefur komið sér saman einhvern sannleik sem kann þó ekki vera réttur. En svo eru menn líka að skrifa svona, það sem við getum kannski kallað sagnarit, Íslendingabók og Landnámabók, og fólk kannast við hvað staðsettu við þennan litteratúr? Það hefst í raun og veru á 12. öld, það að segja kannski fyrr, en við vitum ekki til þess að hefjist fyrir á 12. öld, og það þó í kjölfar kristnitökunnar og kjölfar þess að við fáum menntaða presta, og þeir eru væntanlega fyrstu sagnaritarnir eru menntaði prestar sem kunna þá að skrifa, og eddukvæðin og dróttkvæðin eru væntanlega til í munnlegri geymd á þessum tíma, en þau eru ekki skrifað niður strax. Þannig að allt þetta efni sem talið eldri en frá 1100, það bara til í munnlegri geymd fyrir þann tíma. Þannig að menn skrifuðu þá niður lögin á 12. öld og einhvers konar mannfræði og ættvísi sem menn kölluðu, og það kann að vera landnám og Íslendingasögur. En væntanlega eru þó Íslendingasögur eins og við þekkjum þær ekkert samdar fyrir 13. öld, og það var til síðs í gamla dag að gera ráð fyrir eldri sögum, svo datt þá tísku, en ég held að við ættum samt að gera ráð fyrir eldri sögum. Þannig að við erum bæði með sögurnar sem eru varðveittar, og það eru frá ákveðnum ritunartíma, en svo hugsaðan til eldri gerðaðin sem þó ekki frá þessum sama ritunartíma, en við vitum bara ekkert nákvæmt útlit þeirra sagana. Það kunna hafa verið allt öðruvísi eða miklu styttri eða hugsanlega lengri en væntanlega aðeins styttri. Þannig að þetta sem sagt sagnaritur sem hefst og snemma á 12. öld, og væntanlega eru flest fyrstu ritin stutt, en svo fara þau smá saman að lengjast, og 1200 eru orðin til sagnarit sem eru farin að ná því sem var svona hámarkslengd í sagnaritum. En mjög lítill hluti íslenskra sagnarit samin fyrir 1200. Efnið sem við eigum varðveitt í handritum meira og minna allt frá 13., 14. og svo 15. öld. Og þar við 14. öldin væntanlega stærst, þar að segja flest miðaldefni varðveitt á Íslandi frá 14. öld. En hversu mikilvæg þessi svona þessi kristna menning í svolítið saman? Klaustrin eru mikilvæg stofnanir í að koma svolítið pappír? Hún væntanlega mjög mikilvæg, það að segja í kringum 1096 fjárhagslegum stoðum stungið undir kirkjuna, og prestar, og svo verður fyrsta klaustri væntanlega til 1183, og þá verður til svona hópur sagnaritara sem fyrst og fremst væntanlega einbeitir sér fyrst að því að rita hómilíur og predikanasöfn, og svo að þýða erlendar helgisögur, og svo fara menn að semja innlendar helgisögur, og að lokum koma inn veraldlegar bókmenntir. Veraldlegar bókmenntir í nágrannalöndunum voru meira og minna samdara prestum og lærðum mönnum. Þannig að sagnaritarar sem ekki voru prestar hafa væntanlega verið frekar fáir. En auðvitað voru Íslendingar á 20. mjög uppteknar af þeim, að því þeir voru sjálfir orðnir frekar veraldlegir í hugsun, og þeir voru hrifnar af hugmyndinu og það náttúrulega tengist þessari þjóðurnislegu söguskoðun
sem sá kirkjuna sem svona utanakomandi afl sem var andstætt íslensku þjóðinni og menn voru þá að gera frekar lítið úr hennar hlut en þeim mun meira úr veraldlegum höfðingjum sem menn sáu sem einhvers konar hliðstæðu sjálfra sín kannski þannig að það hefur verið svolítið deilt hverjir skrifuðu fornsögur. Svo náttúrulega alls konar dæmi til gömul, til dæmis Ari Fróði og Þorlákssaga Helga og fleiri rit þar sem Jónssaga Helga þar sem konur eru nefndar sem lærdómsmenn og þær eru þá sérstaklega að kenna það sem kallað ættfræði og mannfræði. Þannig að það alveg hugsanlegt að konur eru miklu meiri þátt í ritun Íslendinga sagna en vitað og það kann að skýra að þær eru nafnlausar af því að Íslendingasögur eru yfirleitt ekki með formála og þar alveg er ekki tilgreindur einn höfundur og þannig að og við vitum ekkert út af hverju það eru stundum tilgreindir höfundar af konungasögum og biskupasögum en fæstum öðrum bókmenntum og þetta tengist í að þessar sögur voru taldar áreiðanlega sagnfræði en önnur rit. Þannig að þegar það var lærdómsrit þá var kannski höfundur þekktur, kannski svipað á dróttkvæðum en í tilviki þessara sagna sem eins og fornaldarsagna og Íslendingasagna þá aldrei getið höfund. Þannig að þær voru samt taldar sagnfræði einhverju leyti. Maður sér það í fornaldarsögum og það eru margar svona klausur sem eru umræðum sannleiksgildi og yfirleitt svona eru menn að verja sannleiksgildi sagnanna sem 19. og 20. aldar menn töldu lítið. Það að segja svona seint á 19. öld fyrir að koma svona heimildarýni af stað og menn fara að vantreysta fornaldarsögum fyrst og svo Íslendingasögum og konungasögum í kjölfarið. Og það náði nú lengst í Svíþjóð en kannski skammt á Íslandi þar sem ennþá svolítið vinsælt að líta á sögurnar sem áreiðanlegar sagnfræðilegar heimildir sem þær eru þó útvírætt ekki nema kannski þær sem eru kallaðar samtíðarsögur. Og þá eru þau náttúrulega áreiðanlegar innan sinna takmarkana þar að segja þær eru kannski segja satt frá því sem gerðist en þær hafa samt ákveðið sjónarhorn á það sem gerðist sem ekki endilega hlutlaust og við getum ekki treyst í fullkomlega. Hvað vitum við svona útbreiðslu? Ég segjum að hérna það sé saga annarkvort sem hefur verið til í munnlegri geymd eða hreinlega samin og eitthvað fest á blað, segjum ykkur í klaustri. Gengur það handrit á milli manna? Það kóperað? Vitum við eitthvað um það? Höldum við eitthvað? Við vitum einhverju fjarska lítið um það. Það er að segja voru sögur hreinritaðar, það er að segja var búið að gera einhver uppkast, við vitum mjög lítið um það þó að menn halda að kannski hafi verið til vaxtöflur sem notuð undan þessar sögur voru færðar á handrit. Kannski voru menn sem bara mundu svona mikið og gátu sagt fyrir. Væntanlega eru sögurnar að sameina alls konar munnlegt efni þegar það verða til en hugsanlega voru höfundinni líka bæta ýmsu við. Ég nýbúin að senda fram í bók minniháttar persónur í fornsögum og þær eru held ég langflestar höfundarverk. Það er að segja þær voru ekki til í neinni sagnahefð sem var til áður en höfundarnir fóru að skrifa. Þannig að höfundar höfðu talsvert frelsi held ég. Svo auðvitað verður líka muna að lítið hluta því sem var til á íslensku á miðöldum varðveittur. Það er að segja það eru alls konar rit sem hafa glatast, við getum ekki reikna með því allt hafi lifað af. Einstaka dæmi sögur sem eru nefndar en hafa ekki lifað af eins og Gaukssaga Tréandelssonar sem nefnd tvisvar en hefur ekki varðveist og það vitað að eitthvað efni hefur glatast. Væntanlega drjúgur hlutaði fyrir 1703 því það eiginlega fyrst þá sem það fyrir að skrásetja svona hvaða efni til. Þannig að fram að því lá þetta bara svona einhvers þar hér og þar á Íslandi. Og ég meina mikið af þessu efni var bara til í talsvert ungum handritum, ekki sagt? Jú, og fáum handritum. Þannig að það eru alls konar sögur sem við þekkjum sem væru glataðar ef eitt handrit hefði týnst í viðbót. Þannig að það gefur auga leið að það hljóta líka sögur að hreinlega hafa týnst. Eins og hvað sögur eru til bara einu handriti? Einu handriti? Ég held að þær séu svona 5-6 sem eru bara til af Íslendingasögum sem eru bara til í einu miðaldahandriti og svo eru nokkrar ekki til í neinu miðaldahandriti. Þannig við vitum alls ekki hvað eru gamlar. Og það eru tiltölulega fáar sem eru til í fleiri en 5-6 miðaldahandritum. Þannig að
augljóslega hefur eitthvað týnst. Ari fróði var skrifaður upp á 17. öld og frá þeim tíma handritin, þannig að það ekkert handrit til að Íslendingabók eldri en að 17. öld, en kannski sem betur fer þá notuðu menn stafsetningu úr frumritinu, þannig að við sjáum að þetta gamalt, bara á fornlegum álenginu. En það þarna, 500 ár? Já, það hansi langur tími. Og ég meina, ég hef stundu tekið sér dæmi að við erum með dróttkvæði sem talin verið ort á 9. öld, en varðveitt í ritum frá 13. öld, en þau samt bara til í 17. aldar handritum. Þessi 13. aldar textar sem menn hafa talið verið góð afrit, en eftir stendur að dróttkvæðvísa gefin út sem 9. aldar kveðskapur, en í raun og veru aðeins til í 17. aldar handriti. Þetta að draga okkur álíktanir miðaldabókmyndir út frá 17. aldar handritum? Já, það alveg hægt og við verðum að gera það vegna þess að við höfum kannski ekki mikið efni annars. En það alltaf gott að hafa í huga fyrirvarana. Það að segja að við getum ekki reikna með því að neyta þessu sé beinlínis satt. Það að segja, jafnvel þegar það má telja líklegt að fólki hafi verið til í aðrunni eins og Egill Skallagrímsson eða Skafti Þóroddsson, þá ekki hægt að ganga út frá því vísu að þeim sé rétt lýst í þeim heimildum sem við höfum. Þannig að við höfum í raun og veru frekar lítið. Ari finnst mér áhugaverður að því hann tala mjög mikið sjálfa sig. Hann fyrst alveg nefnir sjálfa sig og svo tala hann sjálfa sig, hann segir frá heimildamönnum sínum og hann segir hvað hann var fóstraður og hvað hann lærði og veitir mjög miklar upplýsingar sjálfa sig, en síðan datt það úr tísku. Þannig að við erum með sem sagt höfum til þess Njálssögu sem segir líki hér brenn Njálssögu og við vitum ekkert hvað þetta þessi ég hefur ekkert komið fram áður. Því það var svona tíska að láta sem sögurnar værilega bara svona til á staðnum. Það væri engin höfundur sem hefði engar meiningar. Þannig, og það var ekki venjan að höfundar rittust mikið inn í bókmyndir þó að það séu einstaka dæmi það. Þau eru náttúrulega alltaf mjög áhugaverð þegar höfundurinn fer að skipta sér af frásögnunni og segja, sumir segja þetta en aðrir segja hitt og svo framvegis. Og svona við talar Ari sjálfur náttúrulega segir hérna skylt að hafa það sem sannara reynist, sem við vitum ekkert hvað merkir, mjög fátt að vara sem Ari segir, í formálunum vitum við nákvæmlega hvað merkir, en hann samt óvenju liðlegur við okkur að því leyti hann veitir upplýsingar sjálfan sig og ætt sína. Og hann talar til dæmis hann hafi sýnt biskupum tveimur og Sæmundi handritið. Þess við göngum út frá þessi Sæmundur fróði, en það stendur samt aldrei. Það bara sagt Sæmundur prestur. Sæmundur svona eins og tónlistarmaður sem einu sinni var kallaður prins. Það ekki að nefna hann fullu nafni. Það bara nóg að segja Sæmundur prestur. Og svo hérna, en svo svolítið ábyrjandi að það sem hefur verið bætt við bókina eru hugsanlega ættartölur þessari manna sem lása hann yfir. Já. Að þeir vildu bæta við efnum sjálfan sig í bókina. Það kannski svolítið dæmi gert. Að menn hafa haft mestan áhuga að segja eitthvað meira sjálfa sig. Þannig að þessar heimildir, það þarf alltaf að nálgast með öllum hugsanlegum fyrirvörum. Líka vegna þess að það náttúrulega almennt einkenni og náttúrulega að nálgast allt með fyrirvörum. Svo allar fréttir, allt sem fólk segir á að nálgast með ákveðnum fyrirvörum, að því að fólk, ég segi sem þú nefndu mínum, það haldið prófkjör og svo segja þessum unnu prófkjörið, listin sem kom út af þessu prófkjör var einstaklega sterkur. Og það finnst þeim auðvitað að þeir unnu, en það kannski þetta kannski ekki yfirlýsing sem ber að taka neitt sérstaklega alvarlega, þetta ekki hlutlaus yfirlýsing. Og þannig þetta gildir þær sögur sem nálægar í tíma, eins og sögur Sturlungu það sem ekki mikill munur á sögutíma og rítunartíma. Að þá þarf maður að reikna með hlutregninni, að það meira sagt frá sumum en öðrum, og þessi hlutregni allstaðar í fornsögum. Það til dæmis meira sagt frá sumum fjölskyldum en öðrum, það meira sagt frá sumum landshlutum en öðrum og þetta í raun og veru skekkir alla okkar mynd af sögunum, af veruleikanum. Það að segja, við höfum bara svo litlar heimildir og þær eru einhvern hátt tilvíðan kenndar. Það að segja, sumir eru duglegir að skrifa fortíðin og aðrir eru minna duglegir, en það þýðir auðvitað ekki að vera ekki verið neinn fortíð hjá hinum. Þetta bara hinn handhófskennda varðveisla efnis sem hlýtur að hafa áhrif. Af hverju heldurðu að þetta hafi verið fest niður á blaða á Íslandi af öllum stöðum
Orri Vésteinsson var hjá mér fyrir nokkrum þáttum og hann var að tala að svona það væri stundum í eðli svona landnema samfélag að verða svona kaþólskar en páfinn, að Íslendingar hafi gengið skrefi lengra í því að vera norrænir einhvern tímann eftir 950. Já, það alveg þekkt að þar sem einhvers konar rof verður, þá fá menn mjög tíma á því sem gerist fyrir rofið. Það að segja vestrar eru mjög vinsælir í Bandaríkjunum að því þeir lýsa einhverju svona horntíma og það engin vafa á því að þessar miklu samfélagsbreytingar undir lok 13. aldar og kerfisbreytingar ollu því að tíminn rétt fyrir var mjög vinsæll en svo var þjóðveldisaldartíminn líka mjög vinsæll, þar að segja tíminn frá 930 til 1030 og það kann að tengjast kristnitökunni að því þá voru siðskiptin menn færðust yfir til kristni en allavega tíminn frá 1030 til 1120 virðist ekki vekja jafnmikla athygli og hugsanlega þetta vegna þess að við erum ég kalla nú einu sinni bók sem ég skrifaði bókmyndir í nýju landi og ég held að þetta landnám þetta hafi haft áhrif á fortíðaráhugann, það er að segja þeir sem fara þeir eru mjög hrifnir að því að halda einhverju til haga úr sinni eldri menningu og þetta kann að stafa af þessu áður fyrir voru menn mjög mikið fyrir að segja að þetta var miklu jöfnuður sem voru á Íslandi og við miklu lýðræði, menn bæði vildu sjá meira lýðræði og meira jöfnuð á Íslandi en annar staðar. Ég hef miklu efasemdir það hvort tveggja, þar að segja að það er eitthvað sérstætt meira. Ég held að fátækur almenningur hafi haft bara álíka mikið eða álíka lítið vald hér en á annar staðar. Og jöfnuður, ég meina, hann hlýtur alltaf að vera afstæður. Það var ákveðin hópur Íslendinga sem hafði tökl og haldirnar og það er auðvitað sá hópur sem sagt frá í sögunum. Á meðan minni háttar persónur allar ættlausar og þær eru bara í þjónustuhlutverkum og oft nafnlausar líka þannig að þetta sem sagt þannig að Sveinbjörn Rafnsson vakti nú mikla reið á sínum tíma þegar hann kallaði landnámabók safn goðsagna en auðvitað hún bara safn goðsagna, hún getur ekki verið neitt annað þetta sem sagt það búið að það byrjaði kannski á 12. öld en aðalega 13. öld að safna upplýsingum þá sem voru taldir hafa með landið og þeir heita náttúrulega allir nöfnum sem hafa varðist í bæjanöfnunum og hugsanlega þetta allt saman búið til eftir á. Svo sagt frá sumum landnámsmönnum í Íslendingasögum líka en öðrum alls ekki og það á einhvern nátt tilviljunarkennt líka og það oft mjög mikill munur á því hvernig sagt frá mönnum í landnámi og Íslendingasögunum. Þannig að í raun og veru þó að sé einhver samstæð staðreyndir og kannski mest þær staðreyndir sem Ari tilfærir í Íslendingabók þá er hún ekki fullkomin. Menn eru mjög mikið sem ritum að vera með listi við hverju hafa verið merkus og landnámsmennirnir og það er greinilega hluti af sagnaritum að búa til lista yfir aðalfólkið. Við dettur oft í hug að ég sat einhvern tímann á fundi í svona fjölþjóðlegu rannsóknarverkefni einn komst ekki að fundin en hann sendi okkur memo og einu memónu stóð Who are the important people og síðan að listi við 20 nöfn og hann var eitt af þeim og ég hugsaði þetta svolítið landnámi svolítið svarið þessari spurningu Who are the important people en þeir sem ekki voru á listanum eins og ég þeir sáu þetta strax að þetta var svona val það var ákveð val, fólk í þessum lista og hann skiptist ekki jafnt á kynslóðir eða kyn eða neitt slíkt heldur var þetta svona hópur manna sem þessum tiltekna mann fannst merkilegir. Já, en nú eru svona þessar bókmyndir getur við sagt í okkar samfélagi svolítið upphafnar það er miklu metum að hafa lengi verið. Eru við þá ekki svolítið að gleypa við þessum einu uppröðulega ætlunarverki að Who are the important people? Hvað veitur það? Það má alveg segja það. En sem sagt Íslendingasögur virðast ekkert hafa verið mjög mikils metnar lengst af Íslandssögunar. Það er að segja Arngrímur lærði náttúrulega endur segja margar af þeim í sínum verkum og á 18. öld eru þær gefnar út á prenti í fyrsta sinn og það eru þá Íslendingasögur sem ekkert frægar lengur meðal þeirra. 1800 þá sér maður mjög lítil áhrif frá Íslendingasögunum í
á stílmanna eða tungumálið og það eru ekki mikið nefndar í bréfum frá þessum tíma en svo að 100 árum frá 1800 til 1900 verður gjörbylting á og það hún felst meðal annars í því Íslendingasögurnar koma allar út á íslensku. Það líka ákveðið starf unnið af menntamönnum í því að láta íslensku líkjast meira miðaldamáli en hún gerði áður og þess vegna íslenskan sem töluð og skrifuð við skulum segja 1930 miklu líkari miðaldamáli en íslenskan sem töluð og skrifuð 1830 og það stundum kallað að íslenskan hafi ekki breyst í 700-800 ár en þetta náttúrulega mesti miskilningur. Aðalega ástæðan fyrir því að Íslendingar geta lesið þessar gömlu bókmenntir eða gátu það til skamms tíma svo að tungumálinu var beinlínis snúið við. Þar að segja því var breytt í miðaldamál að verulegu leyti. Þannig að bæði skrifandi menn og skólakerfið sameinuðust í því að nota miðaldamál sem fyrirmynd fyrir hvernig íslenskan ætti að vera og þess vegna hurfu svona við skulum segja beygingarbreytingar sem voru almennar eins og allir Íslendingar á tímabili sögðu læknirinn frá læknirnum til læknisins og læknirarnir og svo framvegis en svo var eins og bara útrýmt á skólakerfinu og tímabil var bara gamalt fólk sem talaði svona af því það var við hin höfum vært í skólakerfinu réttu beyginguna og það alls konar svona breytingar sem voru að snúi við erum ennþá að skrifa uppsýnun sem hefur ekkert verið borið fram í tungumálunni mörg 100 ár og það var bara algengt að það var ekkert skrifað heldur lengi vel en svo sem sagt stafsetningi samræmd á 19. öld og þá kemur uppsýnunin inn og fleiri miðalda hljóð þannig að sem sagt og það verður svona venja að stafsetningin sé ekki eins og sjálft tungumálið þar að segja, það alls konar hlutir í stafsetningu sem ekki endurspegla tungumálið eins og til dæmis, ég meina allir segja Keflavík en það skrifa með F-i en þetta F hefur væntanlega horfið úr framburðinum á 14. öld og eins með mannsnafnið Árni sem við skrifum með RN-i en það hafa allir borið fram í þessu nafni síðan á 14. öld. Þannig að þetta mjög margar málfarsbreytingar sem ekki sér stað og með hlut af þessu að Íslendingasögurnar yrðu einhvers konar þjóðareign og sá maður sem hafði mest áhrif á það Sigurður Kristjánsson bókaútgefandi sem gaf út allar Íslendingasögurnar í mjög ódýrum útgáfum milli 1889 held ég og 1903 eða eitthvað þar bil. Hann segir sjálfur að Páll Briem hafa átt hugmyndina og Sigurður Kristjánsson var fjörgamall maður var oft tekinn í viðtölum þetta afrek sitt og þá segir hann alltaf þetta var svo ódýrar bækur að hver einasta vinnukonung gat keypt þær og ég varð af stórfé segir hann að því að ég hafði það svona ódýrar og þá vegna þess að þetta var hugsun hans að allir Íslendingar eignuðust þessar bækur og þetta hefur svolítið verið hugsunin síðan útgáfa Sigurðar var Leista Hólma útgáfa Guðna Jónssonar 1945 til 50 eitthvað ég held að þessu útgáfa hafi verið minna lesin en lent samt í aðeins í mörgum hillum og staðið þar tiltölulega lítið reið áratugum saman og ég finn það sjálfur þegar að kenna Íslendingasögurnar að mjög margir kannast við þá útgáfu en hafa aldrei gengið svo langt að lesa hana og það hluta því þetta afþreyingarefni í bókmenntum af skornum skammti í kringum 1890 þannig að Íslendingasögurnar urðu svolítið Harry Potter síns tíma. Það að segja, ef efnið sem þú verður að velja á milli Íslendingasögur og Vítaningspostula, þá áttu að velja mjög margir Íslendingasögur, en það gildir svolítið öðru máli þegar maður komið á Netflix og hefur alla aðþrengu heimsins. Þannig að Íslendingasögur voru, ást Íslendinga og Íslendingasögum var mjög raunveruleg, hún var svolítið svipuð því hvernig kynslaðan sem fædd upp úr það var ekki 1990, elskar Harry Potter og þetta bara sögurnar sem fólk kunni og fólk þekkti Gunnar Hlíðarenda og Örvarótt og alla þessar menn en svo var það fljótlega talsveit minna. Svo tiltölulega stutt tímabil. Þetta einhverjum stutt tímabil en svo þetta ímynda börn og barnabörn þessa fólk sér að afi og amma sé bara fulltrúi fyrir alla Íslendinga frá landnámsöld og til þessa dags og fólk kemur við mann og segir afi minn í sveitinni vissi þetta
og heldur að það er eitthvað vægi fyrir því hvernig 12 og 13 aldar menn voru. En auðvitað eru afar og ömmur í sveitinni fædd 1890 bara hluta af 20-öldinni en alls ekki hluta af miðöldum. Þó að margt hafi auðvitað verið óbreytt, ég meina þetta Ísland, það voru engar stórstígar tækniframfarir á Íslandi á þessum tíma, en við sjáum samt að menningar breytingar voru ansið miklar. Þannig að þessi þekking og Íslendingasögun sem allir voru taldir hafa, hún er tiltölulega ný til komin og af prentuðum bókum. Já. Þannig að þetta er á einhverju leyti eins og fjölmörgu tilbúnu hefðum. Já. Eins og allir þekkja, varst þú ekki í Menntaskólanum í Reykjavík? Það eru nú margar hefðir sem fólk telur að séu ævafornar en voru raun og veru fyndnar upp fyrir örfáum árum, eins og til dæmis að í tolleringar séu allir í tóka, það tíðkaðist ekkert fyrir nokkrum áratugum. Það var bara skyndilega fundið upp og allir líta á þetta núna sem ævaforna hefð. Ég meina það er bara eðli hefð og það eru fljótar að vinna sér í sessi og þorramatur, ég meina það var bara minni ævi sem þorramatur fór að tíðkast eitthvað verulega. Skatan var aldrei nefnd þegar ég var barn og svona er þetta er svona hefðir þær eru fljótar að verða að æfa gamlar. Já, en það sem þú ert að lýsa er sko, að það gerist eiginlega tvisvar sinnum í Íslandssögunni þessi hefð er búin til. Það er að segja fyrst á miðöldum að það er þessi landnámsmennirnir verða norrænni en normennir, eða hvernig sé orðum það, og svo aftur á 19. öld að menn síðan taka upp þennan Já, það er reynd að byrja strax með Arngrímur lærða, en þá er það bundið við örlitla elitu. Þetta kemst ekki inn í hugafar almennings held ég fyrir á dögum Jóns Sigurðssonar. En hugmyndin er þá þessi. Arngrímur lærði var að rífast við alls konar menn eins og Blefken hinn alræmda sem sögðu að Íslendingar væri einhvers konar barbara þjóð. Og það liði bara allir kynlífum og öllum og borðuðu undarlegan mat og veltu sér upp úr fjósögnum og ég veit ekki hvað. Það var alltaf þess að hefbundur glísjur barbara þjóðir notar yfir Íslendinga. Falbyðu dætur sína fyrir keks þetta var alls konar svona sögur voru komnar og þá vill Arngrímur segja að þetta er ekki þannig. Þannig að þetta múti forn menningarþjóð við alls konar sögur frá miðöldum Gunnar og Hlíðarenda og Egil Skallagrímsson og þessar sögur afsanna það að við séum barbarar vegna þess að barbarar myndi ekki eiga svona mikið af ritheimildum. Og þetta var náttúrulega allt skrifað á latínu hjá Arngrími og þetta var ekki ætlað Íslandingum, þessi speki, þetta var til þess að sannfæra aðra evrópska menntamenn að Ísland væri stórmerkilegt og Ísland væri annað og meir en Hekla sem allir náttúrulega vissu að væri til, en að það væri eitthvað, það væri eitthvað meira að segja Ísland en að það væri forgarður helvítis. Og svo þetta hefst þessi mikla handritasöfnun í Danmörku og Noregi og Svíþjóð á 17. öld. Og þá eru menn að komast yfir íslensk handrit sem sögu Svíþjóðar og þannig fyrstu fornþjóðirnar kom út á prenti sem saga Svíþjóðar að því að þeir voru sem sagt þetta átti að vera forsaga Norðurlandar og þetta var náttúrulega þeim tíma sem það var mjög mikil keppni á milli Dana og Svía sem Svía svona nokkurn veginn unnu og Danir töpuðu og Svíar voru fullega mikilmennsku brjálæði þannig að Svíþjóð átti að vera hið forna Sogna Atlantis og ég veit ekki hvað. Og handritasöfnin eru öll í þessum gýr, en svo auðvitað kemur Árni Magnússon og fyrir að safna á svona drasli líka. Fyrst söfnum bara fínum handritum, svona fólíu og handritum með myndum og svo leiðis. En svo fyrir Árni eins og margt skrítið fólk að safna bara öllu. Og hann er þar að ekki settur í það stuð, hann er búin að borga fyrir að fara allt Ísland og telja Íslandinga og svo notar hann sér ferðin og kaupir alls konar handrit fyrir sjálfan sig. Þetta er náttúrulega DFF og aðri fjölmiðlar myndi aldrei hafa látið hann komast upp með þetta í nútímanum. Þetta er skýrast að dæmi spillingu sem við höfum. Árni var átt að gegna ákveðin hluti ekki fyrir kóngin en svo er hann bara að safna handritum fyrir sjálfan sig. En hann flutti náttúrulega til Íslands, til Danmerkur og þannig björgustu væntanlega. Það er að segja, þessum handritum hefðu væntanlega ekki farnast mjög vel á Íslandi. Þannig að Árni vann þetta mikið þjóðþrifastarf með þessari söfnun sinni sem var mjög altæk, getur við sagt. Það er að segja, hann var ekki bara að safna því sem var fínt, hann var að safna öllu. Og svo þetta bara hann drúgur hluta þessu sínum tíma og meðal hans uppskriftir en drúgur hluta miðaldaritanum bjargaðist þökk sér því að hann var búin að flokka þetta býsna vel.
Þannig við eigum auðvitað Árna margt að þakka en hans handritasöfnum kom öll í kjölfar þessara dansk-sænsku deiluna hver var í merkasta Norðurlandaþjóðin. Og svo Íslendingar virðist ekki hafa mikinn áhuga, menn Árni þurfti ekki að hafa mikið fyrir að ná þessum handritum til sín. Íslendingar voru mjög fúsir að láta þau og svo þeim lítið sinnt á Íslandi á 18. öld og snemma á 19. öld og allar merkustu útgáfur fornsagna eru utan Íslands alveg fram til svona 1850. Þá eiginlega fara Íslendingar að uppgötva þetta og það nú kannski meðan vegna þess að Jón Sigurðsson orðinn þjóðhetja og hann notar söguleg rök. Hann segir Ísland sjálfstætt vegna þess að það var aldrei ósjálfstætt. Við gerðum bara samning skipakomur og konungurinn fékk að vera konungur af því hann ætlaði að senda ykkur skip og að Ísland var aldrei viðurkennt sem einhver hluti af Noregi eða hluti af Danmörku, það var alltaf í konungssambandinu sem sjálfstætt þjóð. Og Jón Sigurðsson nær alveg feikilega mikið til almennings, miklu meira en flestir skribendar fyrr og síðar. Þannig að hann hefur hans rök held ég hafi mikil áhrif á það að menn fara að leita meir í miðaldar. Jón Sigurðsson gaf náttúrulega út sjálfur mjög mikið af miðaldaritum, alltaf sem sagnfræði og hann gaf út bréfasöfnin og þetta og svo komu það var náttúrulega engin áhuga að gefa út rómönsur og helgisögur á Íslandi á þessum tíma. Það voru bara Norðmenn og Svíar sem gáfu það út. En Íslendingar fengu áhuga Íslendingasögunum upp á 1850 og fóru að skrifa í stíli Íslendingasagna líka. Jón Thoroddsen svolítið undir áhrifum frá Íslendingasögum. Það náttúrulega helgast því hann hafði farið til útlanda og var hámenntaður maður. Annars hefði hann ekki verið undir áhrifum frá Íslendingasögum. Og svo kemur Sigurður 1889 með sína alþýðútgáfu sem átti að hver einasta vinnukona átti að kaupa. Og þar með verður til þetta sem við trúum síðan á sem að Íslandi séu Íslendingasögurnar einhvers konar þjóðareign. En það náttúrulega bara stuttur tími og svo höfum við svolítið átt í vandræðum með það seinna. Fólk mjög hrifið af Íslendingasögum en fólk gengur nú sjaldan svo langt að lesa þær og hvað þá muna þær og þetta verður við svolítið vör við sem kennum þær að það mjög mikil svona vitundum að Íslendingasögurnar séu til og það ákveðin svona nöfni sem allir þekkja eins og Egill Skallagrímsson og Guðrún Ósvífursdóttir en í raun og veru hefur fólk ekki með lesið mjög margar Íslendingasögur þegar það kemur til mín. Nei. Og ekki heldur eldra fólk sem kemur og byrjar að læra þar það hefur fengið mikinn áhuga á þeim en það hafði hann ekki á sínum yngri árum. Segjum eitthvað sé að hlusta núna og fyllist sektarkennd að hlusta á þetta veri ekki að lesa nóg af Íslendingasögum og hugsanlega ég að tala um sjálf mig. Já. Hvar á maður að byrja? Það náttúrulega útgefið allt saman til útgefið þannig að maður byrjar og svo les maður þetta allt saman. Mér finnst ekki endilega fólk að lesa Íslendingasögurnar af sektarkennd. Fólk á að lesa bara eins og það horfir á hryllingsmyndir eða hvað annað efni. Þetta bara gott, áhugavert efni og smá saman lærir maður að meta það. Ég held að það gerist ekkit endilega strax en því meira sem fólk les, ég hef kennt námskeiði dróttkvæm sem þykir eitthvað óaðgengilegust af öllu, en það bara segin saga allar dróttkvæði frýtt í lokin, að því fólk byrjar og svo fer það að skilja smá saman og það fer að átta sig á lógikinni og það eins og auðvitað með þessar þýddubókmenntir sem hafa allt öðruvísi lógik en Íslendingasögurnar oft, að fólk kynnist þeim smá saman og svo farið bara alltaf meira og meira áhuga og þetta ekkit slæmt efni að lesa og það sést svolítið á það hversu mjög það hillu 19. menn frá ýmsum löndum eins og Grundtvig í Danmörku og William Morris í Englandi og svo bara annað hver þjóðverða náttúrulega fór svolítið illa ráð sínu en við getum tekið Wagner sem dæmi menn hann var náttúrulega heillaður að eddukvæðum og hefði ekkert skapa sín verk án þeirra en enginn þessum mönnum var neitt einstakur menn þetta var alltaf, þetta var tískan þá, það var sem sagt Artur konungur og Guðrún Ósvífursdóttir voru í tísku og kannski Artur aðeins þekktar en Guðrún en þetta var í tísku þá allt sem var miðaldalegt menn höfðu áhuga á því en svo þetta ég las Íslendingasögurnar sem barn, ég veit ekki alveg af hverju en ég fekk mikinn áhuga á þeim og börn geta alveg lesið þetta þau ekki neinum vandræðum með þetta þau náttúrulega skilja ekki allt en börn skilja aldrei allt í neinu sem þau lesa þannig að mér finnst svona ég held að vandamál fornsagnanna sé ekki að
þær sé eitthvað erfiðar heldur að fólk lesi bara bókmyndir almennt frekar lítið. Þannig að ég held að fólk sem á í erfiðleikum með að lesa Íslendingasögurnar eigi líka í erfiðleikum með að lesa Indriða G. Þorsteinsson og Jón Trausta og alls konar þekkta höfunda og ég held að ef eitthvað eru fornsögurnar meira lesnar en það sem var til þá. Þannig að þetta svona, ég myndi ekki endilega efna til þjóðarátök sem að lesa fleiri Íslendingasögur heldur, myndi ég frekar skilgrina að bara lesa alls konar bókmyndir frá fyrri tímum og þar á meðal Íslendingasögur sem eru léttar en flest, meðal annars vegna þess að tungumálið okkar hefur þróast þannig að það tekur mið af Íslendingasögunum. Þannig að það yfirleitt mun léttari fyrir flest að lesa Íslendingasögur en til dæmis Reisubók Jóns Indíafara eða eldri. Hún notfóran hjá mér. Já, eða eldri Jóns Steingrímssonar. Ég meina að þú veist, maður sem getur plagt sig gegnum þau rit á ekki neinu vandræði með Íslendingasögurnar, ég segja. Þannig að þetta svona, en það auðvitað eðli svona bókmynda það ekkert mikið lesnar. Meina það eins með Shakespeare og Bjólfskviðu. Þú veist, það örugglega mjög margir í Englandi sem vita nokkurn veginn hvað gerist í Hamlet en mun farið sem hafa beinlínis lesið leikritið. Og þetta bara eðli málsins samkvæmt. En það alveg gott stöf þarna og ég í raun verið svolítið hissa hvað kvikmyndir og sjónvarpsþættir hafa gert lítið úr fornsögunum en ég held að það sé bara því það rangt fólk að gera þær. Það vantar kannski rétta fólki til að finna réttu nálgunum á það. Já. Einmitt. Já, sko ég held að við sem bara verðum nokkuð góður. Eitthvað sem viltu bæta ykkur við eða eitt af þessi ég er náttúrulega mjög ofta glíma við svo kallar góðsögur Íslendingasögurnar og til dæmis ég alltaf að segja fólk frá öllum tímum þetta síðmiðaldabókmyndir. Þetta ekki frá fyrirhluta miðalda. Þannig að Íslendingasögurnar eru 13., 14., 15. aldar bókmyndir. Ég sem sagt mjög mikið á móti þýðingum á Íslendingasögunum á ensku þar sem það eru ljófnin hljómar svona barbarískar eins og eru mjög algengar. Það var náttúrulega hluta því sem á 19. aldar rómantík að líta á það sem svolítið gamlar og fornar og barbarískar. Ég vil líta á það sem hluta menningu síns tíma. Ísland var bara ekkert frumstæðar en önnur lönd á þessum tíma. Og þetta mér alltaf finnst mikið að ég segi alltaf fólk Njálu höfundur og Dante eru nokkuð með jafnaldrar og þetta ekkert sem fólki ofalega í huga. Fólk hissa þegar það hugsa það. Þannig að það alls ekkert það hefur verið svona ákveðin tilhneiging til að gera Íslendingasögurnar prímitívar sem ég svona á prinsip ástæðan móti sem Íslendingur bara væntanlega eins og Arngrímur lærði. Kærar þakkir fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslandssögunni. Í næstu viku mun ég ræða við Sif Ríkarsdóttur íslenskar þýðingar á erlendum bókmyndum á miðöldum. Ég minni jafnframt á Patreon síðu þáttarins, patreon.com/Íslandssagan. Þar hægt að velja 3 flokka og velji fólk þann veglegasta færð að nafn sitt lesið upp í lok þáttar og þeir sem hafa ákveðið að leggja okkur lið á þann hátt eru Agnar Tómas Möller, Erla Dóris Halldórsdóttir, Úlfar Bragason og Jón Axelsson og kann ég þeim bestu þakkir. Þannig að ef þið viljið bætast í hópinn og skrá ykkur á spjöld Íslandssögunar þá það patreon.com/Íslandssagan.